Komið sæl og blessu kæru vatnsmerki. Við ætlum aðeins að taka spil fyrir helgina. Kíkja á hvað helgin færir ykkur. Eða hvað þið eru að takast á við, afsakið, helgina. Og ég var að pæli hérna varðandi stjörnumerkin. Þó þið séu vatnsmerki. Sem er fiskar, krabbi og sporðdreki. Þá getið þið alveg fundið ykkur boðskap í hinum merkjunum líka. Ég er ekki stjörnuspekingur, en ég veit að það að vera með tungl í einhverju ákveðnu merki er mjög sterkt og hefur áhrif og eins ef að það er einhverja afstöður í kortinu ykkar. Þannig að þið skuli athuga það að það getur vel verið að eitthvað hjá hinum merkjunum hljómi fyrir ykkur. En við kíkjum á helgina og það er engin spil sem hoppa úr bunkanum hjá ykkur. Gerðu það hjá hinum. Bara aðeins meiri róleg heitt, greinilega. Og þá bara byrjum við og sjáum hvað kemur. Afsakið. Já, kæru vatnsmerki, þið byrjuðu hérna á myndkonginum sem táknar manneskju eða karlmann sem er sterk fjárhagslega, hefur unun að því að vinna, breytir öllu í verðmæti og tengist uppskeru og tengist landinu. Og býr yfir bara ríkidæmi. Þetta er svona þessi stöðuga, trausta týpa sem er ákaflega jarðbundin og svona mikilfenglegur á því sviði. Þetta er kannski einhvers konar útgáfa af ykkur sjálfum núna helgina eða manneskja sem að þið eruð að fara að eiga samskipti við eða díla við eins og maður segir. Þetta getur verið bara hver sem er, gæti tengst inn á einhvers konar fjármál eða fjármagn, kaup eða sölu. Kannski er einhver ykkar að fara að tala við fasteignasala, eiga bankaviðskipti eða já, selja eða kaupa eitthvað. Það þarf þó ekki að vera. Þetta getur bara verið manneskja sem býr við þessum eiginleikum sem að kemur helgina inn í líf ykkar. Það eru ákveðna vonir bundnar samt við þessa persónu og ég myndi segja í mörgum tilvikum kemur hún inn í líf ykkar sem einhvers konar frelsandi engill með eitthvað sem að þið hafið ef til vill verið að vonast eftir, bíða eftir. Þessi manneskja kemur líka með heilun inn í líf ykkar. Og stöðuleika sem að kannski hefur skort á. En spilin ykkar hérna í heild bera vott einhvers konar tímamót í ykkar lífi helgina varðandi svona ykkar stöðu bæði á tilfinningasviðinu og efnislega sviðinu. Því að hérna undir niðri erum við með riddarann í bikurum sem oft á tíðum táknar manneskju sem kemur færandi hendi á tilfinningasviðinu. Kemur með einhvers konar ósk eða von
að þú sér tilbúin að tengjast honum tilfinningalega. Það að segja að hann að bjóða þér hjarta sitt, hvort sem að þetta karlmaður eða bara, við skulum bara segja aðili. Undir niðri hann, þannig að það getur þýtt að hann sé ekki komin upp á yfirborðið ennþá. Og þið vitið ef þið vill ekki þetta tilboð eða þetta tækifæri eða bónorð sem að í gangi. Sem ásamt sem áður eftir að sýna sig að lokum. Því að mér sýnist á yfirborðinu eru þið bara, kæru varsmerki, góð með ykkur sjálfum. Þið plummið ykkur vel, þið eru sjálfstæð, þið hafið það gott, kringumstæðurnar ykkar eru öruggar, þið eru sjálfum ykkur næg og í raun og veru þurfið ekki á neinum að halda og þá það einmitt sem að til dæmis ástin kemur inn í líf manns. Ekki endilega þegar að þið viljið eða eruð það að vonast eftir því eða finnið þér einhverju þörf, heldur akkurat þegar að þið eru bara hvílið bara í ykkur sjálfum og eru bara góð, eins og maður segir. Birtist ekki ástin. Kannski þetta þannig sena sem að ég að skynja hérna. Þetta þarf ekki að vera hjá ykkur öllum, kæru varsmerki. En hjá einhverjum ykkar alveg örugglega. Hjá öðrum ykkar gæti þetta verið bara í formi einhvers konar óskar sem að þið hafið verið að vonast eftir og það eitthvað að fara að rætast helgina. Sem frábært. Það mikið af fallegum tilfinningum hérna og vísbendingar að í raun og veru þurfið þið ekki á neinu að halda, þið hafið allt til alls og allt sem kemur í viðbótin í ykkar líf bara blessun eða bónus. Auka bónus, skulum við segja. Einhverjir ykkar eru að fá bónorð og mér sýnist þið ætla að taka því. Kannski bara verið að bjóða ykkur út. Kannski hafið þið verið að gefa einhverjum aðila hýrt auga í langan tíma og hafið verið að vonast eftir boði. Það getur verið bara boð á kaffihús sem að gleður ykkur óendanlega mikið, hvað svo sem að verður meira úr því. En fyrir einhver ykkar þetta kannski bara svona meiri alvara að baki, af því að hann hérna kóngurinn, þetta alvöru maður, alvöru manneskja. Það ekkert, það ekkert hálfkák í kringum hann og hann ekkert að djóka. Hann gerir hlutina bara alla leið. Ok, þá skulum við halda áfram. Já, fyrir einhver ykkar kemur þetta sem mikil breyting og ef til vill eins og truflun. Þetta truflar ykkar daglega líf. Líf ykkar sem var ef til vill í föstum skorðum. Þið þurfa að taka það til endurskoðunar og einhver ykkar kannski bara verða hreinlega pirruð. Bara hvað á þetta þýða, hvað hann að vilja upp á dekk. En það getur líka verið að framsetningin sé ekki endilega eins og þið viljið. Þið hefðu kannski vonast eftir í þess að hann kæmi bókstaflega hérna á hvítum hesti með bikar.
en svo bara raunin svo að hann kemur, hann á hvíta hestinum, en hann með sverðið reitt á lofti. Þannig að hann er ekkert að tvínóna við hlutina, er ekkert að fara mjúkt í hlutina. Þetta eru skilaboð sem koma dálítið harkalega og snöggt, og ef til vill eru þetta samskipti sem eiga sér stað eftir að öll þessi blíða og rómantík er búin að koma, og síðan kemur einhver skellur hérna eftir þetta. Þetta gæti æxlast út í það. Svo er ein sena sem ég sé hérna líka, og hún er svo að það eru 2 aðilar hreinlega sem að munu birtast helgina eða tengjast helginni. Alveg á svona, þeir birtast á sitthvorn háttinn. Annar með sannleikann að vopni og segir hlutina hreint út og er ekki að taka tillit til eins eða neins, en hinn svona meira á rólegu nótunum með rómantíkina og blíðuna uppi við. Hvað sem öðru líður þú sigurvegari hér í þessu máli, og þér finnst þú hafa unnið sigur helgina. Þannig að þetta er eitthvað sem að þú ert lengi búin að vera að bíða eftir, svona leynt eða ljóst á einhvern hátt. Og varðandi þar sem að þetta á ekki við rómantík eða tilfinningar, þá gæti þetta verið vinnutengt, þar sem að þú ert að sjá mikinn árangur af vinnunniðinni og ert komin búin að vera í ákveðinni framför mjög lengi og ert komin svona á einhvern áfangastað varðandi eitthvað verkefni sem þú ert búin að vera að vinna að. Þetta er 4. spilið með mikla sterka karlkyns orku. Við erum hérna með 2 kónga og 2 riddara. Karlkyns orkan eru þetta gerandi, drífandi, út á við. Þessi kóngur kemur eins og riddarinn færandi hendi með bikar og býður þér eða sýnir þér, hér er ég með fullan bikar af ákveðnum tilfinningum, viltu þiggja þær? Þessi maður er ljóðrænn, dreyminn, þroskaður, tilfinningalega séð. Hann er ekkert endilega alltaf í tengslu við tilfinningarnar sínar og hann er svona frekar viðkvæmur. Alls ekki jafn svona traustur og uppbyggjandi eins og kóngurinn sem kom hér á undan. Hann leggur meiri áherslu á þessa rómantísku, blíðu, draumkenndu hlið á lífinu, á meðan að myndkóngurinn fæst við veraldlega jarðbundna hluti. Ef til vill ert þú annar hvor af þessum kóngum, og þetta eru, eins og ég sagði, aðilar, ekki endilega karlmenn eða ekkert endilega, það fylgir ekkert endilega kyninu á spilinu. Það er spurning hvernig stöðu þú ert í helgina, hvort þú ert kannski bara hérna í að huga praktísku hliðum lífsins eða vinnu, eða hvort að þessi orka sé meira ríkjandi. Vatnsorkan, tilfinningaorkan, sem er þitt element í raun og veru, kæra vatnsmerki. Allavega sterk karlorka hér og jafnvel 2 aðilar sem að þú ert að
hafa samskipti við. Þessi riddarar geta staðið sjálfstætt og verið þá 3 og 4 aðilar, en þeir geta líka táknað bara svona ákveðna hlið á þessum 2 kóngum. Ég myndi bara segja að helgin verði bara viðburðarík hvað samskipti varðar. Hvort sem þú ert að fara að hafa samskipti við 1, 2, 3 eða 4 aðila. Það verður einhvern veginn svona bara mikið að vera og þú þarft að búa þig undir samskipti og búa þig undir kannski óvænt samskipti, búa þig undir að takast á við ef til vill einhvers konar núning eða rifrildi eða það að hlutirnir séu sagðir á einhvern svona hálfhryssingslegan máta þó að það sé ekki illa meint. Þú þarft líka að búa þig undir, kæra vatnsmerki, að fara inn á tilfinningasviðið og eiga samskipti tilfinningar eða á tilfinningasviðinu. Orkan hérna er mjög sterk og afgerandi. Hvað nákvæmlega verið að ræða í þessum samskiptum eða með þessum aðilum, það er ekki alveg ljóst. Að mestu leyti finnst mér þó eins og þetta sé eitthvað sem verið að koma með til þín, ef þú skilur mig. Eitthvað sem þú þarft að taka við, eða sem sagt, þetta er eitthvað sem að þessir aðilar vilja þér. Þú ert svolítið að vonast eftir að fá frið. Þú ert svolítið mikið svona að halda utan þitt, passa, verja þig pínulítið. Ef til vill ertu hrædd að þessir aðilar séu að fara að taka eitthvað frá þér eða krefjast einhvers af þér. Ég held þú þurfir ekki að vera hrædd slíkt. En það er allt í lagi að hlúa vel að sínu og svona halda utan það sem maður hefur. Þetta fólk, skulum við segja, og þessi samskipti eiga bara eftir að færa þér í raun og veru eitthvað gott, einhverja viðbót við það sem að þú hefur. Þannig að þú þarft ekki að óttast að vera að missa eitthvað. Og enn ein manneskjan kemur hér í lokin og það er drottningin í myndinni. Og þá verði ég að segja að þegar að kóngurinn og drottningin eru bæði komin hérna, þá lít ég á þetta sem einhvers konar par. Þetta geta verið ástvinir, elskendur, hjón, stundum í tarotinu eru þessi 2 kölluð power couple. Ég veit ekki hvað það er á ástkæra ylhýra, en það er verið að meina svona hjón sem bæði láta vel til sín taka, eru kannski þekkt eða áberandi á einhverju sviði í þjóðfélaginu. Og nú er haglél hérna glugganum hjá mér ef þið heyrið í því. Eitt af mörgum svona éljum sem hafa verið í dag. Ég vona að það trufli ekki lesturinn. Þannig að ef til vill er þetta maki, þú og maki, það má vel vera. Og þið eru kannski bæði að fara að takast á við eitthvað saman helgina. Þessi samskipti og þetta sem ég er búin að tala Eða þá að útkoman eftir helgina, eða það sem kemur út úr orku þessarar helgar, sérstaklega þar sem að svona
bónorðspilið hérna líka uppi við að það verði kannski par hérna úr þessari orku allir. Þannig að kannski eitthvað að smella hérna fyrir þig, kæra vatnsmerki. Og sérstaklega ef að þú hefur verið að vonast eftir einhvers konar sambandi, þá sýnist mér það vera bara að koma inn fyrir þig. Og ég óskaði bara til hamingju með það, ef það er það sem að þú vilt. Ok. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira þetta. Ég held að þetta sé bara... Jú, ég ætla að taka eitt spil enn hérna. Ok. Taka eitt spil enn hérna á þessi skilaboð eða samskipti sem að koma svona svolítið harkalega. Ég svona var með í huga hvað þetta væri, hvers eðlis þetta væri. Þetta eru greinilega skilaboð sem koma snöggt og óvænt. Og meira fæ ég ekki að vita. Þannig að vertu bara á tánum, kæra vatnsmerki helgina. Það er eitthvað spennandi að fara að gerast. Við erum ekki alveg hætt. Ég tek hérna eitt spil að lokum. Já, það er nefnilega það. Like attracts like. Þetta er sem sagt líkur sækir líkan heim. Ef þú vilt meiri ást í líf þitt, þarftu að vera ástríkari. Það er að segja, ef þú ert að vonast eftir ást, þá þarftu að sýna hana. Þetta svona staðfesti bara það sem ég var að segja, að þú ert greinilega að draga að þér athygli og einhvers konar svona tilfinningasvörun annara manneskju, skulum við segja, og jafnvel fleiri en einnar. Og það er bara þitt hvort þú ætlar að svara í sömu mynd og hérna láta ástina flæða. En það sem er að koma til þín, það er eitthvað sem að þú ert búin að vera að draga að þér. Það held ég að sé alveg ábyggilegt. Þannig að ég ætla að endurtaka bara það sem ég sagði. Fyrir þig sem hefur verið að vonast eftir einhvers konar sambandi eða ástin í lífið þitt, þá er hún á leiðinni. Hvort sem hún birtist helgina eða verði einhver vísir að því, byrjun að því, vertu vakandi fyrir því. Þetta var fallegt. Þetta spil er númer 2 sem að táknar par, táknar sameiningu. Gæti ekki verið fallegra. Þannig að það er ástríkjandi hérna í öllu þessu mannhafi sem að tengist þér og orkan er falleg, óvænt og bara jákvæð. Ég óska þér allsins besta, kæra vatnsmerki, og vona að þetta gangi eins og þú vilt að það gangi og sendi þér ljós og kærleika.